Viss að þið hafið heyrt óþrjótandi viðleitni mannsins til að stjórna vatni. Frá snjöllum áveitu-kerfum til afsöldunarstöðva við alltaf að leita nýstárlegum lausnum. En vissuð þið að sumar bestu aðferðirnar við vatnsstjórnun finnast í dýraríkinu? Dýr náttúrulegir snillingar í öllu sem snýr að vatnsstjórnun. Það hafa þróast í milljónir ára til að þróa sannarlega ótrúlegar aðferðir til að lífa af í umhverfi sínu, hvort sem það brennandi eyðimörk eða gróskumikil regnskógur. Byrjum á úlfalda. Þessar ótrúlegu skepnur þekktar sem eyðimerkurskip að góðri ástæðu. Úlfaldi getur drukkið allt að 150 lítra vatni í einu. Hugsið ykkur að drekka allt þetta vatni í einu. Það eins og að drekka fullt baðkar af vatni í einu. En hvernig geyma þeir allt þetta vatn? Jú, þeir geyma það í blóðinu sínu, ekki í núkunum. Ólíkt því sem almennt talið hnúkanir þeirra fullir af fitu sem hægt að breyta í vatn og orku þegar þörf krefur. Frekar snjallt ekki satt? Þessi aðlögun gerir þeim kleift að vera lengi án vatns, sem gerir þá fullkomna fyrir lífið í eyðimörkinni. Næst það kengúrurottan. Þetta litla eyðimerkur dýr drekkur aldrei vatn. Þetta heillandi lítil skepna sem hefur aðlagast einhverjum erfiðustu aðstæðum á jörðinni. Já, þið heyrðuð rétt. Allur sá raki sem kengúrurottan þarf kemur frá fræjunum sem hún borðar. Allur sá raki sem hún þarf kemur frá fræjunum sem hún borðar. Þessi fræ innihalda nóg vatn til að halda kengúrurottunni vökvaðri sem gerir henni kleift að þrífast í þurrum umhverfum. Talandi skilvirkni. Þessi litla rotta meistari í vatnssparnaði. Næst það þyrnadjöflin frá Ástralíu. Hann safnar vatni einfaldlega með því að standa í rigningunni. Þessi einstaka eðla hefur litla rákir á líkama sínum sem beina vatni beint í munnin á henni. Vatnið rennur eftir rákunum á húðinni beint í munnin á henni. Þetta snjöll leið til að halda sér vökvaðri í Ástralíu. Þetta eins og lífandi sogrör. Þessi aðlögun gerir þyrnadjöflinum kleift að nýta sér sjaldgæfa rigningar í umhverfi sínu. Og hafið heyrt snuðbragð afríska fílsins. Þeir nota snuðurnar sínar til að grafa og finna neðanjaðar vatnsból. Fílar hafa ótrúlega lyktarskinn sem gerir þeim kleift að finna vatn í mikilli fjarlægð. Þeir geta fundið vatn í mikilli fjarlægð og þegar þeir finna uppsprettu nota þeir öflugu snuðurnar sínar til að grafa og ná í vatnið. Þetta sannkallað rannsóknarverk fyrir vökvun. Þessi hæfni nauðsynleg fyrir lífum þeirra, sérstaklega á þurrkatímabilum. Og að lokum gleymum ekki bjórunum. Þessir litlu verkfræðingar byggja stíflur til að búa til tjarnir svo þeir hafa alltaf vatnsbirgðir nálægt. Bjórar þekktir fyrir ótrúlega byggingarhæfileika sína og þeir nota greinar, leðju og steina til að byggja stíflur sínar. Þeir náttúrulegir vatnsstjórar. Stíflur þeirra veita ekki aðeins áreiðanlega vatnsból, heldur skapa þær búsvæði fyrir önnur vilt dýr. Svo næst þegar þið drekkið glas af vatni, munið eftir þess viltu vatnsskaldramönnum. Þessi dýr hafa fullkomna listina af vatnsstjórnun í milljónir ára þróunar. Náttúran hefur sannarlega hæfileika. Verið forvitin vinir, við getum alltaf lært eitthvað nýtt af náttúrunni.